Á morgun verður haldið málþing í Háskólanum á Akureyri og þá er verið að fjalla Einstein, hvorki meira né minna. Verið velkomin til mín. Takk. Hvers vegna málþing Einstein? Já, tilefnið nú það að árið 2015, sem nú nýliðið, það var í rauninni tilengað ári, eða það var skilgreint sem ári ljóssins af Sameinuðu þjóðunum og það var í rauninni meðal annars að tilefni 100 ára afmælis afstæðiskenningar Einsteins. Það var semst árið 1915 sem að hann kom fram með þessa byltingakenndu hugmyndir sínar. Og það þekkja allir til Einsteins, en ég er nú ekki alveg viss að allir kannski viti hvaða áhrif hans kenningar hafa í dag. Ég veit að það nú kannski þarf að mæta málþingi til að fara nú alveg yfir þetta, en svona fyrir okkur sem erum ekki mikið að hugsa afstæðiskenninguna frá degi til dags, hvaða máli skiptir hún í dag og það að hún komi fram í dagsins ljós? Já, nú halda margir þetta sé óskilinlegt sem Einstein setti fram á sínum tíma, en það nú þetta ekki rétt. Margir hafa lært þetta og skilið ágætlega og það líka hægt að útskýra mikið af þessu fyrir bara áhugasömum almenningi. En áhrifin, já, það má til þess nefna að GPS-kerfi væri svona ómögulegt án kenninga Einsteins. Já. Svo tökum sem dæmi. Nákvæmlega. En Einstein nefnilega burtreiðandi bæði í náttúrulega afstæðiskenningunni sem nú hans eiginlega hugarsmíð að mestu leyti og svo var hann líka frumkvöðull í skammtafræðinni. Þetta hvort tveggja voru eiginlega byltingar í eðlisfræðinni á svona fyrstu árum síðustu aldar. Þetta sem sagt verður á laugardaginn, byrjar klukkan 2 og það eru 4 fyrirlesarar sem við fáum. Við fáum hérna Þorstein Vilhjálmsson sem að skrifa þessa bók Einstein. Hann kemur og með svona aðal erindið og það hefur titilinn Hvað að frétta af Einstein. Já. Nú Jakob Ingvarsson sem einnig eðlisfræðingur við Háskólann í Vín og hefur komið að ritun þessara bóka líka. Hann fjallar síðan aðeins skammtakenningar eða skammtafræðina hans Einstein sem kemur svona í framhaldinu af þessu. Nú svo ætlum við að vera með kaffihlé og við verðum með afmælisköku í tilefni 100 ára afmælisins og hérna í boði, við reyndar ekki, það sérst málstofa auðlindadeildar sem stendur fyrir þessu, en það líka Menntaskólinn á Akureyri sem styrkir okkur og verður með okkur í þessu. Stjörnuóttafélagið og Vísindafélag Norðurlands. En svo ég haldi áfram með dagskrána að eftir þessa ljósvaka umræðu Huginn fyrirgefið, þá kemur Ragnar Ásmundsson, eðlisfræðingur, og hann vinnur hérna á Akureyri í fyrirtæki sem heitir Varmalausnir og hann ætlar að fjalla þyngdarbylgjur og það nú bara vill svo til að fyrir örfáum vikum síðan þá voru þyngdarbylgjur sem að Einstein spáði fyrir 100 árum. Það voru fyrsta skipti mældar. Þannig að hann ætlar svona að fjalla aðeins það. Og svo verða umræður í lokin sem að Þórir stýrir. Og þá kannski verður svona fókusin á umræðinni svona bara heimsmyndin og hvað áhrif uppgötvanir Einsteins hafa haft bara á skilning okkar á heiminum. Getur fólk mætt á hlusta sem ekki með doktorsgráðu? Við erum að reyna að stíla upp á það. Það mætti ekki mæta sjálfur einu sinni. Já. Og ekki Nei, alveg tala, sko, þetta fyrir alla áhugasama. Já. Og bara þessi fyrirlesar okkar, þeir vita að þeir sem horfa og hlusta eru mjög misjafnlega undirrittabúnir og setja sitt mál fram þá til þess. Nákvæmlega. Heyrðu, frábært, það gaman að fá okkur og þetta sérst á morgun laugardag, bara að hvetja fólk til þess að kíkja á okkur og taka eina formúlutertu. Endilega. Takk fyrir komuna og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.